var rosalegt að sjá handrukkara að störfum í sjónvarpinu og stórbrotið að fylgjast með honum og lögmanni hans halda því fram að það að sýna ofbeldisverkin væri brot á friðhelgi einkalífsins. Ég skal svo sem ekki útiloka að það sé til ykkur lagastoð fyrir þeim fullyrðingum að það sé réttlætismál að leyfa ofbeldismönnum að starfa án þess að annað fólk fá að vita af því. Annað eins hefur nú verið hægt að hártoga lögin og þeirra króka, en sé svo, þá kemur mér í hug setningin fræga úr Íslandsklukkunni: vont er þeirra ranglæti en verra er þeirra réttlæti. En svo heyrir maður hvað sem komið er og lesi blöðum og á bloggi að fórnarlambið í myndskeiði Kompás sé frægur fjármálafantur sjálfur og hann hafi stundum verið handrukkara í sinni þjónustu. Og þá kemur í hugan önnur lína úr íslenskum bókmenntum, en hana er reyndar að finna bæði í Njálu og Sturlungu og hún hljóðar svo: þar vegast þeir sem ég hyrði aldrei þótt dræpust. En nú hefst ég vinda mínu kvæði í kross, en byrja samt enn á að vitna í litteratúrin. Ég man þegar ég las það í skáldsögu Gabriel García Márquez 100 ára einsemd, stjórnvöld í Suður-Ameríkulandi létu herinn hefja skotárás á óvopnaða mótmælendur sem hefðu efnt til fjöldafundar á torgi. Ég man að ég fylltist hryllingi yfir tilhugsuninni að svona ríkisstjórnir hefði ykkur tíma fyrirfundist, en hugsaði leið að vonandi væri það liðin tíð. Ég man sömuleiðis hvað þessi bókarkafli rifjaðist upp ég mörgum árum síðar sá á CNN beina útsendingu frá fjöldamorðum kínverskra stjórnvalda á torgi hins himneska friðar. Þar gerðist það fyrir augum hans sem ég hefði haldið að væri óhugsandi. Og það var ástæðan fyrir því að ég skrifaði á mótmælalista þegar að foringi sömu kínversku stjórnvalda kom hingað til lands eins og aufúsugestur nokkrum árum síðar. En friðsamir mótmælendur sem hugðust fylgjónum voru beittir allskyns þvingunum og káreinum. Auk mín skrifuðu fjölmargir undir þessi mótmæli og í þeim hópið var friðsamt og sómakert fólk sem engin ástæði til að efast að lagði nafn sitt við andmælatekstan vegna sannfæringar sinnar og einskis annars. En þetta rifjast nú upp fyrir mér vegna þess að þegar gestgjafi Kínverjans, forsætisráðherra Íslands, var spurður álit sitt á mótmælendunum, þá hreytti hann út úr sér fullur fyrirlitningar einhverju á þá leið að þeir væri nú bara fífl og kverulantar. Forsætisráðherrann var auðvitað Davíð Oddsson og þegar ég heyrði þessi orð þá hvarflaði að manni að nú væri kallinn búinn að sitja of lengi á valdastóli. Þegar ráðamenn get ekki lengur þolað að þegnar þeirra láti í ljós skoðanir sem þeim eru ekki sjálfur þóknanlegar, án þess að missa þessu út í bræðu og heift, þá komin tími á þá. Þetta kom upp í hugan þegar sami Davíð, nú í Seðlabankahásætinu, kom á dögunum í sjónvarp og var spurður út í ummæli þeirra sem ekki hafa verið honum sammála peningamálastefnu þjóðarinnar á undanförnum vikum. Við vitum öll hverjir það eru. Núverandi og fyrrverandi áhrifamenn úr öllum flokkum, velmetnir talsmenn bæði atvinnulífs og verkalýðshreyfingar, sumir hverjir landsþekktir fyrir að vera orðvarir og sómakærir, já, meira að segja gamlir samherjar og velunarar Davíð sjálfs. En úr því að þeir leyfa sér að hafa aðra skoðun en hann sjálfur, þá þeir fljót afgreiddir, allir sem einn, skammarlegir og fyrirlitlegir lýðskrumarar að áliti seðlabankastjórans. Sko, svona menn eiga að fara að einbeita sér að ykkur sem gott fyrir sálarlífið. Blómarækt eða kannski ljóðlist, öllu sem ekki ergir þá og pirrar út af lífinu, eins og til að mynda sjónarmið annars fólks virðist gera.